Jæja, við ætlum að halda áfram eftir þetta vandaði viðtal sem Björn Þorláksson félag okkar átti við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Og hún þá, þetta önnur helgin í röð sem ráðherra í þættinu hjá okkur. Já. En þarna þökkum við náttúrulega Birni fyrir að hafa tekið viðtalið. En eitthvað... Meðan ég var að hlusta. Það þú kannast við þetta, ríkisstjórn Katrínar var, svo kom COVID og svo kom eldgos og svo kom stríð. Ég held að þessi ríkisstjórn eigi eftir að fá raunverulega miklu svona meiri ágjöf á ytri aðstæðum heldur en sú ríkisstjórn. Ég held að svona sviptingarnar í efnahagsmálum í heiminum eigi eftir að hafa mikil áhrif hérna. Ég held að þessi svona hervæðing NATO, þar sem að fólk bara í alvörinu að tala að 5% af landsframleiðslu eigi að fara í hernað. Og Þorgerður Katrín byrjað að segja að, sem að við höfum verið að tala hérna held ég í 2 eða 3 ár sko, að segja á endanum munu ríkin segja, byrju hvað með Ísland sem eitt af ríkasta landi í heimi með höfðatölu, af hverju þau aldrei að borga neitt? En segir Kristrún í þessu viðtali, sko, hún að fara til Brussel í vikunni næstu viku og þessari, til að tala mál okkar í þessum málum, en hún talaði líka það og sagði þessu viðtali að framlag okkar til aðstoðar í Úkraínu, að við getum ekki endilega flokka þetta, helmingur fer örugglega til mannúðarmála, en svo við getum ekki... En ég bara að tala upphæðirnar, sko, 5% af landsframleiðslu eru 240 milljarðar á íslenska mælikvarða, og það þrýstingur í þessari hernaðaruppbyggingu sem þar að við tökum það. Við erum með ríkisstjórn sem að vill ekki hækka skatta á viðreist síða og það megi ekki vera nein útgjöld nema að finna þá sparnað á móti. Þannig að ég held að þetta áreynslan sem að þetta mun valda mun reyna sko miklu meira á þessa ríkisstjórn heldur en COVID eða þessar smávægilegu efnahagslegu þrengingar sem að komu hingað eftir Úkraínustríð. Svo sumt af því sem að sú ríkisstjórn var að glíma við náttúrulega heimatilbúin vandi sem að voru bara hagstjórnarleg mistök á COVID-tímanum sem að leiddi til mikillar verðbólgu og það. Þannig að ég held að því að við erum komið undir svona 100 dögum sem hafa verið svona, ég myndi segja að þessar ríkisstjórn svona giftu ríkir, maður sér það bara á könnunum að hún nýtur ennþá mikil stuðnings. Já, en samt búið einn ráðherra að segja af sér og það svona... Já, það svona mál sem algjörlega til hlýðar, eitthvað hringdi út á skóm og eitthvað svona sem að mér finnst ekki tengjast Nei, sko, þetta ekkert búin að vera sko allt sæludagar, sko. Þessi 100 daga? Ekki nema sælan hefur verið svona hefur verið til gagnrýnt þessar hagræðingar tillögur sem að Sólveig Anna var meðal annars að því og Sonja Þorbergsdóttir í BSRB hefur líka gagnrýnt þetta séu svona hægri stefna sem þarna hefur verið að reka. En svo vandamál ríkisstjórnar hafa verið eitthvað svona smámál, manstu eftir þegar Sigurjón Þórðarson átti að hafa hótað mokkanum eitthvað og þetta bara, en svona í stefnan, ég held að hún nýtt mikil stuðnings með hækkun veiðigjalda. Ég held að hún njóti stuðnings við þessar aðgerðir sem hún hefur þó gert í húsnæðismálum. Þannig að hún nýtur svona ákveðins meðbyrs. En teiknin sem annars verður þetta bara krafa í Evrópu að færa það í Bretlandi þetta núna barátta sem kölluð sko welfare not warfare, þess að velferð en ekki hernaður. Þar verið að klippa niður alla þróunaraðstoð, þar verið að klippa niður sko stuðning sem bara hina allra fátækustu í Bretlandi hafa til þess að fjármagna sko hernaðaruppbygginguna. Það búið að klippa niður allar aðgerðir í loftslagsmálum til þess að eiga fyrir hernaðinum. Ef að þessi ríkisstjórn ætlar að fara sömu leið og láta eins og við þurfum að gera það sama sem að ég hef bent á hérna og efast að við erum bara á skilgreindu verndarsvæði Bandaríkjanna, bara absúrt að við séum að kaupa vernda Bandaríkjanna sem hvort sem alltaf að gefa okkur. Það frekar eftir að rukkana, þótt ég sé ekki að leggja til einhverja arónísku. Að ef ríkisstjórnin ætlar að feta þessa leið,
að þá munum lenda í bara minnkandi hagvexti í heiminum, versnandi viðskiptakjör að einhverju leyti, aukin verðbólga í heiminu sem náttúrulega verður flutt hingað inn, af því að 40% af öllu sem keypt hérna er innflutt, þannig að ef það verður hækkun. Ég veit ekki hvað verður krónuna í þessu, ég fylgdi svolítið með því fyrst, sko, þá féll dollarinn gagnvart krónu, en hann er búin að jafna sig, sko. Krónan hefur fallið gagnvart evru, þannig það getur verið að við fáum verðbólgu, sko, að utan inn til okkar. Þannig að ég myndi segja að svona en góði tími ríkisstjórnarinnar er brátt á enda, og ég sé ekki að ríkisstjórnin geti brugðist við til dæmis þessari kröfu NATO að eyða 240 milljörðum í hernað. Á ári? Já. Við ráðum ekki við það. Jú, það er það sem aðra þjóðir bara... Já, ég veit það, en bara... Já, og það sem við verðum að bara segja pass. Jú, það sem að þjóðir að gera í kringum okkur. Já. Og það sem að það er svo sem endurspegla sömu leyti enduróma því, að það er bara verið að stoppum allar aðgerðir í loftslagsmálum, skerðum niður velferðarkerfið, hættum allri svona þróunaraðstoð sem var náttúrulega friðaraðgerðir, átti að auka frið með því að ýta undir uppbyggingu samfélaga víða heim. En hvaða opinbera aðgerðir í loftslagsmálum? Hvað er verið að gera? Hann er Jóhann Páll þegar búin að stróka þar út. Ég man ekki hvað hann sagði, að hann hefði hent út þarna einhverjum, var ekki 600 milljónir eitthvað, bara sem Alþingi var búið að samþykkja, sko. Já. Þannig að sömuleyti eru ráðherrarnir strax byrjar að tala eins og Keir Starmer og félagar. Það bara óttinn við það að Rússar gera innrás í Ísland, sem eru engar, af því að með þess að Pútín veit að Ísland er áraðsvæði Bandaríkjanna, að fara að ráðast á Íslandi svona svipað og bara ráðast inn í Washington. Það bara dyttið aldrei í hug. En af því að hin löndin láta eins og sé svo gríðarlega ógn af Rússum að þeir valdi yfir Evrópu, að þá eigum við að fara að gera það sama. Og þetta er það sem að þjóðirnar eru að gera. Það er bara allt, allar aðgerðir í loftslagsmálum er bara settar á salt. Já, en við höfum ekki það aflögu fær, sko, við getum þetta ekki. Við erum með ríkasta þjóð Evrópu með við höfðatölu. 240 milljarðar á ári er mjög miklu peningar. Þetta er það sem að, þetta er íslenski mælikvarði. Þetta er það sem að Pólverjar eru að gera. Það er þjóðu kannski sem eiga, sko, landamæri að þeim sem þeir óttast, sko. Þórdís Kolbrún og svo Þorgerður Katrín og núna Kristófer Frostadóttir fara á fundi hjá NATO og segja okkur að við höfum nákvæmlega sömu ógn af Rússum og Eystrasaltslöndin og Pólland sem ég tel vera algjörlega fráleitt sjónarmið, en samt eru það að segja okkur þetta, sko. Þess vegna eigum við bara... Það er ekkert að, við látum ekki segja hvað sem er við okkur, sko. Ég heyrist það nú. Nei, ekki við, Nei, ég efast. Já. En það, ég held að það bara slátra því samfélagi sem við eigum, sko. Svo, var Kveikur... Það var alveg skott að vera hertekinn að einhverjum. Já, af því að Björn var að tala fréttaflutning RÚV af Ástulófumálinu. Þá vil ég nú hæla RÚV fyrir Kveik síðast, sem að fjallaði varnarsamning sem að Guðlaugur Þór gerði eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks Bjartar framtíðar og Viðreisnar sprakk. Og það var svoköldu starfsstjórn, það er náttúrulega bara stjórnin situr áfram til kosninga. Þá gerði hann samning, svona viðbótarsamning við Bandaríkin, sem að heimilar þeim raunverulega að koma hingað og taka það land sem er vilja og handtaka alla sem eru fyrir þeim, þegar að Bandaríkin telja að ástæða sér til, sem að segja náttúrulega hver raunverulega staða Íslands er í þessu varnarsamstarfi, að ef að Bandaríkjamenn telja sínu öryggi ógnað, þá geta það komið hingað og tekið flugvelli og hafnir og brýr og ef að þú ætlar að þetta ekki nógu fljótur að færa þig, þá bara handtakar þig. Þetta er svolítið afhjúpandi þetta er, sko, þetta er gerfi sjálfstæði svolítið. Já, þetta er svo ótrúlegt einhvern veginn að þetta væri framhjá öllum þar til núna. Ég bara mjög sér alveg ótrúlegt. Það er bara stjórnvöld telja að þetta komist ekki við. Við kvartum nú svolítið mikið það að til dæmis þessi framlög til vopnakaupa fyrir Úkraínu fóru ekkert fyrir þingið. Þetta voru bara ákveðið í einhverjum heimsóknum
fór ekki sem fyrir utanríkismálanefnd. Það kom meira að segja fram einhvers staðar að það var búið að lofa þessu áður þetta var sko rætt í nefndinni. Þannig það hefur verið alltaf svona hugmynd meðal ráðamanna að í þessum málum að þá borgir sér bara ekki að spyrja neitt sko. Að þetta sé ykkur svona æðri hagsmunir. Og þess vegna getur bara Guðlaugur Þór og þetta var Trump ríkisstjórn sem að gerði samningi við. Það var ennþá hann Tex Richardson sem var Pompeo var ekki búinn að taka við. En þetta var ríkisstjórn Donald Trump sem þessi varnarsamningu við gerðu við. Sem að menn að kannski átt að segja á núna kannski ekki svo góður bandamaður. Nei, þetta er vísjár veröld. Það er bara þannig. Ég held að sé muni reyna mjög á þessa ríkisstjórn sko. Á næstunni. Já. Og núna eru til dæmis útgerðin og ferðaþjónustan stökkva á það að tollahækkanirnar kippi bara fótunum undan þannig að þetta sé ekki rétti tíminn til þess að vera að sitja á auknar álögur og hættan á það að bandarískir ferðamenn hætta að koma hingað og annað slíkt til þess að seinka komugjaldinu og svo veiðigjaldunum. Og ég get alveg trúa því að þetta myndi fá hljómgrunn svona inn í baklandi Viðreisnar. Já, en hérna þetta með veiðigjöldin, eðlilega sko taka til einhverja varnar, þetta er bara of mikið, sko, þetta er of mikið og það allar tölur sína það þeir alveg aflögu færir, en bara þess að það er mikið nýlegum skipum í flótanum núna, þeir eru búin að endurnýja mjög mikið og sjómenn þeir 10% af laununum þeirra fara til útgerðarinnar af því að þeir eru með ný skip sko 10% ef það kæmi flyttir samstöðuna í betra húsnæði og það þýddi það að það er skerðingu 10% á starfsfólkinu. Launafólki þarf að standa undir fjárfestingu. Þetta er alveg ótrúlegt bara. Þetta er svona. Við erum ekki að skálda þetta er svona. Alveg stórmagnað. Þykir mér. En þessi skip, að því að þeirra veiðigjaldi voru hækkuð eftir hrun, að þá var talað að hækkun veiðigjalda myndi leiða til minni fjárfestingar. Ég hvet fólk til þess að fara yfir fjárfestingar í útgerðinni, því að hún er meiri eftir hækkun veiðigjaldana. Þannig að núna eru komið fram að hækkun veiðigjalda muni stoppa alla fjárfestingu. Það er bara ekkert í sögunni sem að segja þetta. Það er svo mikið af einhverju svona kenningum sem að lifa í umræðinni þótt að það er engar rætur í raunveruleikunum. Fyrir utan skipakaup sko og þá þegar Samherji er búin að breyta frystihúsinu sínu á Dalvík frá því að vera bara hefðbundið yfir eitthvað tæknivættasta frystihús bara í heiminum sko. Fiskverkun. Hvað er að gera? Er ekki að vopna fyrir því núna sem að Grandi er að eða á Þórshöfn, ég man ekki hvort þeir sem er að endurnýja berræsluna til að taka móti uppsjáfiskinum og svo er þetta að fara svona við það er bara sko þrátt fyrir þetta að það hafi verið þessi veiðigjöld sem duga nú ekki reynda fyrir þjónustunni við sjávarútveginn en þannig að það hæfir ekki stórútgerðinu á Íslandi að væla svona mikið. Þeir geta sagt við erum á móti þessu, við viljum frekar sko eiga þessa peninga allt í lagi en ekki þessu harma gráti út allt sko, þetta er ekki hægt. Eitt í þessu er með framsali kvótans að þá fækkaði fiskvinnslufyrirtækjum og útgerð fækkaði, verður stærri og það liti til svona svokallar hagræðingar en á sama tíma þá gengur yfir greinina sko gríðarleg velvæðing til dæmis þetta frystihús sem að þú tala á Dalvík er mjög tæknivegt og það, ef við kemum þar inn og reyndum að rifja upp þegar við komum inn í frystihús sko fyrir 40 árum eitthvað þetta er bara alltaf með veröld og þetta hefur leitt til gríðarlegra fækkunar á fiskvinnslufólki og ég tók eitthvað tíma saman, ég held ég að við miða við 91 þarna þegar framsalið byrjaði og þegar ég var að gera þetta fyrir einhverjum 5 árum þá tók ég sko fjölda fólk sem að vann í fiskvinnslu og þá hafði þeim fækkað sem að nam þá miðað við bara grunnlaun þá var það 36 milljarðar á ári
sem að raunverulega hagræðingin í greininni sem annars er fólst í kvótunum þannig að það verður færri stærri og svo tæknivæðning þá verður á ári 36 milljarðar sem er leystur út. Fiskvinnslufólki fekk þetta ekki. Þetta leiddi ekki til þess að útgerðin og fiskvinnsla verður að borga meira til samfélagsins. Þetta er þessi peningar sem voru leystur upp úr með hagræðingunni sem fólst í kvótunum til þeirra sem eiga þetta. Þannig að þetta er bara, tölurnar í sjávarútvegum eru svo gríðarlega stórar og miklar. Þetta er svo, enda er hagnaðurinn stjarnfræðilegur. Meira þess að bókverðið hagnaðan sem við sjáum, og það vita allir að töluvert hagnaðanum er tekið út einhvers staðar í útlöndum. Já, þú sagðir svona það sem ég ætla að segja, þegar við vorum guttar og ég er nú eldri en þú, þannig að ég var oft á Grandagarði, við vorum heim á Seljaveginum og hafa sportafarað og stökk á milli bát og þetta allt saman. Þá varum við bara að koma bílarnir frá búr, voru bílar og sturtu bara í móttöku sem var bara af Grandagarðinum og allt opið en svo fyrir nokkrum árum síðan þá var ég í Neskustad og Gunnþór síldarvinnslunni. Hann fór með okkur í nýja húsi fyrir sem uppsjáfiskinn og þar fáum við bara sóttin þessu stígvél og þetta annað og þetta með gangi gegnum hlíð og hafa sprautað á okkur til að gæta hreinlætis og alla öryggisuna með það en svo hinni bökkuð bara á dísildrukkum bara inn í einhverja stíu og sturtu. Skárað væri nú ekki einhver framþróun. Já, ég er að segja, hvað er nú mikil, ég er að segja það. Ég er bara að segja, hvað þetta er ofboðslega mikið sem er búið að gera og af hverju að þeir höfðu bara vel efna á þessu. Meðal annars út af því að þeir losa, þess vegna eru þeir að skipta út, það er ekki til þess að búa til betri vöru, það er að minnka kostnaðinn við framleiðsluna. Og það nemur fækkun fiskvinnslufólk 36 milljarðar á ári fyrir einhverjum árum, alltaf sem ekki 45 í dag á núvirði, sem að þau ná út úr kerfinu. Og ég er að nefna þetta vegna þess að ég er ekki að móti tæknivæðingu, en við heyrum það núna þegar við erum að tala til dæmis gervigreind og eitthvað fleira og róbótavæðingu, að kannski verður við að því að stór hluta tekjur ríkisins eru byggðar upp á útsvari og tekjuskatti einstaklinga, ættum við kannski ekki að bara skattleggja róbótana. Þessi breyting sem veldur því að fólk er að tala þetta út allan heim, hvað ég að gera við þetta, það gengur náttúrulega ekki að velvæðingi leiði til þess að þeir sem eiga fyrirtæki bara vera ennþá ríkari og samfélagin bara svelti. Nei, ég var ekki að tala það. En ég er að benda á að þessi umbreyting hefur átt sér stað innan sjávarútvegsins, en það er aldrei rætt hana. Það er bara eðlilegasta mál að skattleggja róbótavæðingu fiskvinnslunar. Vegna þess að fiskvinnslan, fiskvinnslufólkið sem var mest konur, þegar þær komu út úr frystihúsunum, þá fóru þær að keypta í matinn og sinntu því og borguðu skatta og skyldur. Róbótarnir gera það ekki. Það er bara peningur fer bara beint upp til Samherja. Ég er bara að benda það. Þannig að jafnvel bara með þessu rökum er að 10 milljarðar á ári eru bara peanuts. Ég veit það, ég er að sammála því. Ég fekk einhvern veginn þessar 2 myndir upp í hugan að afkoman er það góð að þessi fyrirtæki hafa efna og ráða sér þessar miklu dýru framkvæmdir. Ég sá fórstjóra síldarvislunar í þessu dagmálum okkars. Það var að ævi til að fyndi að hlusta á hann. Það er svo gríðalegur hagnaður sem er þarna. Það sem hann er réttlætað og þeir eru búin að borga sér 19 milljarða í arð og eitthvað svona. En alveg á því að þeir hef ekki krónu aflögu til þess að borga fyrir kvotan. Það er þetta sem ég skil ekki. Af hverju bera menninni sig ekki bara vel? Þeir trúa því, og það er til stjórnmálastefna sem að segja það, að þessi króna sem ég held á, hugsa þeir, hún er alltaf betur varið í mínum höndum, heldur en hjá ríkisvaldinu eða lýðræðisaflinu í samfélaginu. Sem eru alró. Þeir trúa því, þannig að ef ég borga því skatt, að þá sé ég að minnka vægi þessar krónu. En við sem erum lýðræðissinnar, við trúum því að þegar peningurinn kemur í skatta, þá er byggður upp innviðir og byggður upp grunnkerfi samfélagsins og samfélagið eflist og verður sterkara. En þeir bara trúa því ekki, Það eru margir sem eru þar. Þetta er það. Og eftir hrun, þá var þetta, hvort að
hvað ætti að gera, sko. Ég man eftir, ég man viðtali við ráðherra og ég fara einmitt að tala þetta, það eru vegakerfið, það eru hafnir, það eru hjúkrunarheimilið, það er allt, sko. Ef við verðum fyrst að greiða niður, sko, skuldir ríkissjóðs og þitt hleðst alltaf upp, sko. Innviðaskuldin hleðst alltaf upp, sko. Verður alltaf verri, eins og hún er núna. Þetta er alveg bara lifandis hörmung. Það er ekki sniðugt að spara. Og banastís, sjáðu, daginn, það er þarna undir Eyjafjöllum. Það bara við erum með grót þarna uppi og það er ekki gert til að stöðva þetta. Þetta bara kemur niður brekkuna bara á bíl sem að keyra þetta. Þetta er bara eitthvað sem við, sko, stórfurðulegt að við skulum ekki reyna að verjast helstu hættum sem við búum við á þessu landi okkar. Og þarna var bara þetta er alveg ótrúlegt, sko. Blessu konan, sko, hvað hún lítur að hafa verið feig, hvernig þetta gerist, sko. Það er ekki, og margir fóru að benda á það að það er ekki klókt að lækka skatta eins og Bjarni Benediktsson reykti sér af að lækka skatta einhverja 60 milljarða eða eitthvað. Með hallareksturi á ríkissjóð, þannig að þú þarf bara að borga vexti af því sem vantar inn í ríkissjóð og sinnir ekki uppbyggingu innviða. Þetta er bara dýrustu peningar sem hafa verið gefnir frá ríkissjóði að gefa eftir skattheimtu hjá fyrirtækjum og fjármagnseigendum. Eftir sýtum við hin og við þurfum að vinna fyrir þessu sem vantar. En stjórnarandstaðan á Alþingi kom aðeins við sögu, af því að hún er svolítið hægri sinnuð. Og í veiðigjöldunum að þá er eiginlega keppni hver eru bestir í því að verja hagsmuni stórútgerðarinnar. Það er Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsókn. Öll fara einhvern veginn á þann vagn að vera á móti hækkun veiðigjalda. Það er kostulegt. Mér finnst, ég hef nú ekki eins hort mikið á þingið og ég geri venjulega, ekki upp á síkasti. En mér veriðist að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sé forystulaus. Að Guðrún sé ekki búin að ná svona stjórn á honum. Já, hún er á það greinilega eftir að þarna koma til dæmis eins og þingflokksformaðurinn, sem þótti nú bara svolítið sérstætt og mikið að vera áður fyrir, tekur þátt í allskins svona brellum, Svona smámálum og derringsmálum. Og ég er ekki viss endilega að sé endilega, það að Bjarni hafi farið. Ég held að kjölfestan hafi verið Birgir Ármannsson. Hann hefði ekki verið að tala Ástu Lóu mál upp í pontu. Nei, aldrei. Nei, og ef hann hefði værið þingflokksformaður þá væri þetta bara ekki. Þá væri þau ekki að þessu. Nei. Og Óli Björn hefði ekki gert það. Hann hætti sem þingflokksformaður til þess að geta tekið þátt í slagnum. Því að það fylgir því ekki að vera þingflokksformaður að vera í þessu. Nei, svo er það meiri vinna líka. Aldrei hann hætti út af því? En kannski, við vitum þetta ekki, við kannski naut hann ekki stuðnings eða eitthvað, hann var náttúrulega tilirið alltaf fúluköllunum sem kölluð sér sjálfur. Fílubúkafélagið, Birgi. En þingflokksformaður þarf svona að passa manna hér og manna þar og fara yfir. Þannig að það er svona meiri vinna, en mér finnst að þingflokksformaður núna á bara ekki að gera það. Og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún er komið með eitthvað svona óundirbúnum fyrirspurnum, en ekkert sem er mikið eða merkilegt. Það er kannski annað, En ég vil endilega að einhver fara að spyrja hvert COVID-penningarnir og ríkissjóði fóru og hvort einhverjum hafi verið skilað. Ég vil vita bara hverjir fengu og hvað mikið. Það verður gaman að fá svona úttektir á ýmsu sem hefur verið gert í fortíðinni. Það verður gaman að fá úttekt á því hvað hefur kostað samfélagið að lækka fjármagnstekjuskatt og tekjuskatt fyrirtækja og fellaburtu eignaskatt. Hvað hefur kostað í niðurbroti á grunnkerfum og innviðunum í samfélaginu. Það verður gaman að þú nefndir Reykjavík og þannig að þú varst úti sást Búr. Hvað heldur hvað Reykjavíkingar ættu mikið í eignum ef að Búr hefði ekki verið gefið tíð Davíðs Oddssonar. Ísbjarnarfekkum og svo bara, ég held að til dæmis Hvalur keypti sig inn í þetta á þessum tíma. Þetta var algjöru rakvirði. Og enn frekara því að við erum nú einhver leyti úr Hafnarfirðinum. Hvað Hafnarfirður stæði vel ef að
Bæjarútgerð Hafnarfjarðar ekki gefin. Þar voru með 3 togara fyrst og fremst undir lokin. Það fóru 2 til Hvals og Það fór ekki bara Spánverjinn? Nei, og svo fór 1 til Samherja eða ekki, það var öfugt. Já, Samherji. Þetta eitt af ríkasta fólki á Íslandi í dag, það Samherji og Hvalur. Og hluta af auðlegð þeirra sem þeir eigi í dag almannaeign sem meiri hluti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði gaf eiginlega frá sér, sko. Já, þá reyndar á þeim tíma, þá var enginn farin að þá var kvótinn alltaf svona eins og hann verið til bráðabirgða. Það voru nokkri sem föttu þetta, sko. Já, ekki þeir, ég að segja. Samherji til þess fatta þetta. Já, þeir voru fyrstir til að kveikja á þessu. Þeir bara fóru og bara sofnuðu eins miklu kvóta og þau gátu. Vældu út auka af því að Guðsteinn hafði svo lítinn kvóta og fluttu svo skipstjóra á kvótan og keyptu bæjarútgerðina togarana og sofnuðu mjög fljótt miklum kvóta, sko. Já. Það var það. En þeir voru fyrstir til að kveikja á þessu. En við höfum ekkert svona mikið á Íslandi. Ég var að benda á það það vantaði stéttagreiningu í Hagstofunni. Svo ég megi aðeins færa rök fyrir því að þannig að Hagstofa er víða í heim sem að skipti fólki í stéttir og þannig að þetta bera saman til dæmis lífslíkur eftir stéttum, en við getum verið að tala um stéttamun raunverulega. Og af því ég nefndi þarna munin sem hafi verið á frá 2011 til 2024 á lífslíkum karla með þeir sem eru með grunnskólapróf og þeir sem eru með háskólapróf fóru 4 árum í 5,1 á þessu tímabili, að þá er munurinn hjá konum frá 2,1 ára upp í 4,3 á 13 árum. Þannig að munurinn á því að þú ert tilheyrir öllu líkjum endurspeglar menntun að einhverju leyti stéttaskiptinguna, að áður kostaði þetta þig 2,1 ár, en núna bara 13 ár seinna er þetta komið í 4,3 ár. Þetta myndi ég halda að væri svona upplýsing sem væri bara eitthvað stórkostlegt að gerast í íslensku samfélagi. Við verðum að grípa til þess að við getum ekki lagt á fólki sem að, eru á lægstu laununum, býr við lögustu efnahagsleg skilyrðin, hefur minnsta vald í samfélaginu, að það fá ekki, að lifa eins og aðrir lengur og líka hvernig kemur þetta út í lífeyrissjóðakerfinu. Við erum með sameiginlegt lífeyrissjóðakerfi. Af hverju eru þeir sem eru til að lágstéttunni, þeir fá bara borgað 9 ár eftir að þeir komast á eftirlaun út af Tryggingastofnun, en þeir sem eru í hástéttinni fá 15 ár. Ættu þau ekki bara að leyfa þá fólkinu sem er í lágtekjunum að fara bara á eftirlaun þegar þeir eru 60 til þess að fá það sama eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst að þetta við verðum að hafa fókus á því sem að meinin í samfélaginu eru. Þetta vildi ég nú bara þetta í hugan áðan þegar vorum að þetta. Já, ég skrifaði einu svona grein í sjómannablaði Víking þetta. Lífslíku sjómanna. Já, hvað einmitt þetta, hvað lífaldur sjómanna var náttúrulega mjög lágur. Það voru bara sjóslys og tíð, Þannig að það ekki, þeir voru alltaf svona utan við svona meðaltöl, held ég. Og annað sem þetta svona út úr umræðin áðan að þeir var að tala hagræðingatillögunar sem að við höfum rætt hér að þessi áhersla ríkisstjórnarinnar á það og vilji ekki hækka skatta nema veiðigjöldin. Það minnst vera munur á því hvort að sveitarfélag gerir þetta eða ríkið. Fyrir þess að ríkið hefur skattlagningavaldi hjá sér. Sveitarfélagin hafa það ekki. Þau eiginlega þurfa að lifa bara á því sem að ríkið skaffar þeim. Þannig að ég held að sveitarfélagin sem gerir þetta meira af svona neyð, en þar fyrir þetta finnst mér alveg sjálfsagt að fara yfir útgjöld ríkisins í það bara að það sóun þar inni eins og alls þar. Mér finnst það svolítið sann skrítið þegar var það ekki Inga Sæland sem var hjá okkur og sagði bara, hún hefði bara opnað hurðina á ráðherraskrifstofunni og spurt hvað getur við sparað og þá komum bara 9 milljarðar með svona sögurnar af þessu, hljóma svolítið svona eins og þegar Elon Musk að tala að það sé eitthvað stórkostlegt vandamál í Bandaríkjunum að fólk sé að þiggja tryggingar sem eru bara á aldri við nóa 600 ára gamalt fólk sem er að svindla út tryggingar og ævintýralegi fundinni sem hann heldur og viðtölu sem hann gefur sem bara verið að lýsa því að allt velferðarkerfið sé bara eitt stórt skam það bara sé svindl þar upp alla og við verðum bara að höggvita niður en þessi umræða eftir að koma hingað eða bara kortur haldar Snorri Másson verður upp í pontu að tala um þetta en mannst þetta
Nei, það er ekki framhald af þessu. Nei. Herðu, Herru, ef ekki að fara að hætta þessu. jú, við skulum var gaman í dag og gaman að fá aðstoð frá Birni Þorláks sem kom með ágætis gestina. Þökkum honum aftur fyrir það. Já, Kristín Þorsteinsdóttir og svo þökkum við gestunum sem komu hingað inn í vettvang dagsins og þökkum líka Pétri Fjellstein fyrir að taka upp og senda út en mest þökkum við ykkur sem hafið verið að hlusta og horfa. Þið eiginlega breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Og þegar við byggt upp dreifikerfið eins og ég hef stundum bent á, þið gerir það með því að bara benda vinum og vandamönnum á efni sem þið sjáuð hér sem ykkur líkar, að þá byggist upp dreifikerfið af góðri afspurn. Þið getið sagt frá því að mér finna efni okkar á Facebook, á YouTube, öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni Samstöðun og einstakra þátta. Þið getið valið að skoða sína Egils eða Rauðaborðið eða hvaða þætti aðra sem eru hérna á Samstöðunni. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það næst upp á sunnanvert Snæfellsnes, upp eftir öllum Borgarfirði, upp á Litlu kaffistofu og út á Reykjanes þá. En fyrir utan þetta svæði má sækja útvarpssendingarnar á spilarann. Spilarinn er á netinu, spilar.is, en spilarinn er líka app sem má hlaðinur í síman og hlusta á Samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, kannski vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá Samstöðunni, ég veit ekki. Það er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræða í þættinum Synir Egils, Rauðaborðinu og öðrum þáttum hér á Samstöðunni. Það sem að drífur Samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir gefa okkur orku til þess að halda Samstöðunni gangandi og jafnvel að byggja hana upp og auka þjónustuna sem að við höfum mikinn hug að gera og ef að þú hefur kannski fyrir löngu búin að ákveða að innra með þér að Samstöð sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi og nauðsynlegur fyrir lýðræðið, þá hvet ég til þess að láta verða að því og skrá þig sem áskrifandi. Þá ferðu inn á samstöðun.is, það er hneppur sem ástendur áskrift. Það getur skráð fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með við þá þjónustu sem að við bjóðum upp á. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. En takk fyrir í bili, við verðum aftur með Rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld en njótið þess sem eftir er að helginni.